Gunni, bara byrjum á því, til að mikið með sigurinn, hvað skóp hennar sigur? Bara vinnuframlag leikmanna. Númer 1, 2 og 3. Byrjuðum leikinn þokkalega vel, komumst 1-0 yfir og fannst leikurinn svona í ágætis jafnvægi hjá okkur, vissulega stöðubaráttur hér og þar á vellinum, en já, þokkalega jafnvægi. Það er skora að jafna 1-1 og þá fannst með Þór Káa taka leikið svolítið yfir, mínum mati. Við urðum sloppi í okkar ákvarðanatökum, baráttu, töpuðum boltanum, við unnum ekki annar bolta, fyrsta bolta og það var svona, já, ekki nægilega gott. Þannig að fórum bara vel yfir hlutina í hálfleik, skerptum á svona okkar áherslum og við tók allt annað lið sem mætti í seinni hálfleik og mér fannst við taka leikinn gjörsamlega yfir og vinna sannfærandi og áttum að klára leikinn mun fyrr. Komist í 2-1, svo fannst mér svona smá kaflið þar sem að þær eru að banka, en í kjölfari kemur svo kaflið þar sem þið gátu skorað í hver einustu svo. Já, í sammála. Það er það sem ég á við. Þarna fannst mér við bara áttum að geta, klára leikinn. Þriðja markið kláraði leikinn og við þurftum að bíða svolítið lengi eftir því miðað við hversu oft við sprengdum þær og komum okkur í góða stöður. Og að gera það á móti Þór Káa, trekk í trekk, sýnir bara styrka FH-liðsins í dag. Elísa Lana klárar hennar leik, hafa nóg eftir á tankinum. Já, hafa nóg eftir á tankinum með Elísu og fleiri leikmennum. Þessar FH-stelpur eiga það sameiginlegt að það geta hlaupið og sem að gera það verkum að við getum spilað þann fótbolta sem við viljum spila og það er bara, það er alltaf gaman að mæta Þór Káa og bara ekkert nema virðing á Jóa þjálfara þeirra og þetta eru skemmtilegir leikir, þeir vilja sækja hratt og úr verða oft skemmtilegir leikir, þannig að það var bara vonandi skemmtun fyrir áhorfendur. Þetta tímabil er að fara frábærlega stað hjá okkur, hvað er endatakmarkið? Sko, endatakmarkið, ég hef áður sagt að við erum ekki komnir lengra, heldur bara að pæla þetta típiska einn leik í einu. Fyrri hluti er ekki búinn, klárum hann í næsta leik og eins og bendir réttilega við erum á fínu staði í deildinni og þetta hefur gengið vel og við erum að spila vel líka og við erum að vinna leiki og safna stigum og með við gerum það, þá verðum við í efri hlutanum, það er klárt mál. En fengum engin 3 stig í þessu leik, en við fengum að vera áfram í keppninni sem var markmiðið og það er gaman að vera komin í undanúrslit og við erum búin að gera það núna í 3 gang á síðustu árum. Við höfum aldrei farið alla leið á Laugardalsvöllinn og það er rosalegt hungur í okkur að gera það núna í ár. Þú ert með aftast, ertu með hana Örnu sem var frábær í þessu leik fannst mér og búin að vera mjög góð á þessu móti. Ertu að búast við því að hún verði í landsliðshópnum á morgun? Já, ég bara trúi ekki öðru. Hún er búin að sýna það á þessu tímabili, hversu megnug hún er og bara hún er hrikalega, hún er í svo góðu standi og hún er svo bara andlega bara flott líka og ég held að hún sé bara að spila sitt langbesta tímabili í sínu ferli og það er ekkert nema upp á við hjá henni, þannig að ég er því mjög vonsvikinn út í framtíðinni ef ég myndi ekki velja hana morgun. Takk fyrir þetta, Gunni. Takk hérlega.